Hérna ég með 5 punkta til að hámarka söluverð eignarinnar. Og margir halda að fara í dýrar endurbætur eins og til dæmis bara endurnýja baðherbergið sem fara að skila hærra söluverði. Að sjálfsögðu farið kannski aðeins meira fyrir eignina en þú færði í raun og aldrei að sama og lagðir inn. Þannig að punktarnir sem að ég vil fókusa á, númer 1, 2 og 3, er þrif. Það að þrífa eignina, þú veist, vondlykt, ryk og óhreint taug út allt, það lækkar eignina meira virði en þú getur rýmað þetta vegna þess að ef hún er illa lyktandi þá hefur kaupandinn áhyggjur af því að það sé eitthvað meira sem hann sér ekki. Tiltekt, að taka til í eigninni og svona minnka dót, það skilar þér miklu betri niðurstöðu. Vegna þess að stundum kemst ekki inn í rýmin fyrir bara hreinlega dót, þú sérð ekki rýmin og kaupandinn á erfiðara með að staðsetja sig eigninni. Þannig að minnka dótið, taka til, svo er þetta smá viðhald og þá er ég að tala þú veist, að festa gólflistana, að laga leka kranan, stundum þarf að mála einstaka vegg. Ef að börnin hafa til dæmis fengið útrás fyrir listræna skurpun og hann er orðinn svolítið flippaður, þá mæli ég með að mála vegginn. En annars er það kaupandir, hann er að fara að mála þegar hann kemur. Góð lýsing er gulli betri, vegna sérstaklega á Íslandi á veturna, þá vill maður geta kveikt ljósin og maður geta séð íbúðin sem er að skoða. Því að ef að lýsingin er léleg eða það er lítil birta vantar jafnvel perur, þá er mjög erfitt fyrir kaupandan að sjá eignina. Og að lokum stílisering. Við segjum oft glöggt gestaugað og að fá þriðji aðila sem er ótengdur eigninni að koma og labba með þeim eignina bara hvaða hluti með og pakka niður og hvernig hún var að upp stofinni, það getur skilaði meira í vasan heldur en nýtt baðherbergi.